heiti sem sagt Jóhannes og rosa skrítið að vera að tala svona fyrir áhorfendur og sjá ekki neitt og heyrir ekki neitt. Ég sem sagt frá uppalinn á Staðarhrauni í Hraunhrepp á Mýrum. Veit ekki hvort ég heiti alveg hreinræktaður Mýrumaður, pabbi hans úr Kolbeinsstaðahreppnum, en mamma hún náttúrulega Mýrunum, Borgarnesi. Og ég vinn sem sagt á ferskvatnssviði Hafrannsóknastofnunar. Ég var nú svolítið hikandi að taka þetta að mér sko, og ég sé orðinn alveg skaðmenntaður og það er einmitt ár síðan í gær að ég mátti kalla mig doktor, að þá hef ég aldrei tekið kúrs í vatnalíffræði og ekki heldur í umhverfisfræði, þannig ég veit ekki alveg hvernig þetta fer. Já, ég er sem sagt fyrir ofan veg, ekki þessum bleika fíl sem sem á að fara á náttúruminjaskrá. En er við dæmið það og sjáum við inn í Hítardal og hér sjáum við músina mína. Er einhver með kveikt á hljóði? Nei, mér síðan ekki. Hvernig get ég svo að pota svona og sýnt einhver? Herðu, við erum bara að sleppa því, en sem sagt Fyrir ekki, þú átti að geta sett svona laser, held ég, penna í PowerPoint sjóið. Þá kemur það inn. Já, eins og vorum við daginn, sko. Veit ekki, það er ekki allt í boði að því ég er gerðið í gegnum vafra, það var ekki alveg allt. Nei, líklega ekki. En er bara dæmi sko fjölbreytileikann í straumvötnum. Sáum við fremst á myndinni sjáum við Lindalæki sem er að renna undan hrauninu. Vinstra megin á myndinni sjáum við Hítará sem rennur úr Hítarvatni. Og svo er að koma þarna sem sagt lengst til vinstra á myndinni er að koma að draga út í Hítará úr Kolbeinsstaðahreppnum. Sem sagt mikið af þessum glærum sem ég er að sýna, það er sem sagt upp úr fyrirlestri sem Sigurður Már, samstarfsmaður minn, hélt í haust í Hörpu votlend og fiska á vegum votlendissjóð. Og því vorum að tala það síðast, sem sagt hvernig við ættum að í sambandi við náttúrufræðistofnun, sko, hvernig væri aðgengi að upplýsingum og svona, og að þetta samtal á milli sérfræðinga og landeiganda, að ég held að Sigurður Már sé gott dæmi sko þetta samtal. Hann er búinn að vinna á Vesturlandi síðan 85 og hann er bara með tengslanett inn í öll veiðifélög á svæðinu og þannig eru búin að haldast rannsóknir á laxastofnum á Vesturlandi bara mjög góðar síðan hann tók við. Það er þessi persónulegu samskipti held ég sem skiptir miklu máli. Hann er oft í símanum að spjalla við leigutaki í ánum eða veiðifélagsformenn. Þannig ég held að þetta sem skiptir svolítið miklu máli. Ég ætla að byrja að segja aðeins frá tegundunum sem við erum með í ferskvatni. Það sem einkennir svolítið íslenskt ferskvatni er að við erum með fáar tegundir. Listaði ég upp 7 tegundir. Fyrsta lagi laxinn sem ég held að flestir þekki. Svo erum við 2 aðrar laxfiskategundir, urriða og bleikju sem ég oft kallaðar silungur, samheiti við þessar tegundir. Þrátt fyrir það er urriðin miklu skyldari laxi heldur en bleikju og sér þekkt að það séu til blendingar á milli tegunda. Svo erum við með Evrópuál og líka Ameríkál, hugsanlega. Ég var nú að skoða þessar greinar sem hafa verið að koma út einmitt Ameríkálinn á Íslandi og það er, ég var ekki alveg viss á því, en það gæti verið að
við séum í rauninni ekki með Ameríkál heldur blendinga. Við erum pottþétt með blendinga á milli Evrópuáls og Ameríkáls og ég held að það sé eini staðurinn í heiminum þar sem hefur fundist blendingar á milli þessar tegunda sé á Íslandi og meira sé á mýrunum. En hvort við séum með hreina Ameríkáli líka, ég ekki alveg, það verið að breytast eitthvað literatúrin það og ég ekki alveg viss á hvað þeir segja nýjustu rannsóknir það. Svo erum við með hornsíli sem ég held að flestir hafi séð og svo nýr landnemi sem heitir flundra sem tegund sem skyld kola og hún fór að finnast síðustu aldamót. Og það sem allar þessar tegundir eiga sameiginlegt að þær lifa hluta lífsferli sínum í sjó, annarkvort allir stofnar eða sumir stofnar. Laxinn bundinn að því að komast í sjó en ekki urrið og bleikja. Þessar tegundir þær hrygna allar í ferskvatni, laxfiska tegundirnar, meðan állinn hrygnir í sjó og flundran hún hrygnir í sjó eða í árósum, í ísöldu vatni. En hornsílin þau geta nú bara verið nánast hvar sem og eru bæði til stofnar sem bara í ferskvatni eða fara á milli eða lifa bara allt sitt líf í ísöldu vatni. Og við höldum, ég ætla að tala aðeins lífsferilinn hjá þessum fiskum. Við byrjum á laxinum, hann hrygnir í ánum, þar alast seiðin upp í 2 til 5 ár algengast á Íslandi. Þá fara þau vor út í sjó, dvelja út í sjó í 1 til 2 ár og koma svo tilbaka til hrygningar sem stórlax. Þetta einfalda og fallega myndin, það sem þetta svona einn hringur. En í rauninni lífsferillinn meira eins og vegakerfið í Borgarfirðinum að það eru mismunandi leiðir til að fara. Ef við byrjum ég þyrfti að hafa þennan bendil. Ef við byrjum á hrygningarlaxinum að hluti af honum, eða stór hluti af honum deyr eftir hrygningu. En þeir sem lifa af, þeir fara út í sjó aftur, dvelja þar. Á Vesturlandi stutt sjóganga algengust hjá svokölluðum hoplaxi eða laxi sem lifir af hrygninguna. Þá fara þeir út í sjó vorið en eru bara komnir aftur í ána sama sumar og í rauninni þá búin að stækka mjög lítið, bara að þroska kynvefinn og nýtt. Eins og ég sagði áðan þá lifa seiðin 2 til 5 ár í áni. Á Vesturlandi eru 3 ár líklega algengast, 4 ár frekar algengt líka og í ánum með mikinn vaxtarhraða þá hluti á 2 árum. En svo líka til að hluti af hængunum, þeir eru orðnir svona 10 cm, þá verða þeir kynþroska áður en þeir gangi í sjó og laumast til að taka þátt í hrygningunni. Svona þegar það par að hrygna að þá skjóta þeir sér inn í og taka þátt í fjörinu. Og svo þegar gönguseiði ganga út í sjó að á Vesturlandi algengast að laxinn sé bara 1 ár í sjó og komi sem svokallaður smálax. En hlutastofninum 2 ár og kemur þá sem stórlax í fyrsta skipti til hrygningar. Og þá það að tala lax sem komin yfir 70 cm að lengd, orðin svona allavega svona 3,5–4 kíló. Lífsferillinn hjá silungi miklu fjölbreyttari. Þeir hrygna í möl. Urriði þarf að hafa súrefnisríkt vatn, þannig að hann hrygnir nánast eingöngu í straumvatni, sem sagt í ám eða lækjum, meðan bleikjan gerir aðeins minni kröfur en það þarf samt að vera hentugt undirlag. Þeir sem sagt grafa hrognin í möl eða smágrýti. Sem sagt grafa holu, bæði lax og silungur
hrygna ofan í og grafa svo yfir. En það auðvitað til undantekningar á því eins og í Þingvallavatni þar sem bleikjan hrygnir bara beint ofan í hraungrjótið. Svo klekjast hrognina á vori og svo eru sumir stofnar sem dvelja bara alla ævi sína í ferskvatni. Á annaðhvort í stöðuvötnum, í ám eða lækjum. En sumir stofnar og ekki endilega allir einstaklingar í stofnum ganga út í sjó og urriðinn hann þá svipað gamall og laxinn þegar hann gengur út í sjó 2-5 ára en bleikjan oft yngri. Já, þegar laxinn gengur út í sjó þá eru þeir svona 10-15 cm, kannski 12 cm algengt. Að meðan urriðinn hann þó hann sé jafngamall að þá vex hann hraðar. Þannig að urriðinn miklu stærri þegar hann fer í fyrsta skipti í sjó. Kannski frá 15 upp í 20 og yfir 20 cm. Meðan bleikjan hún svona svipað stór á laxinn og jafnvel minni. Hvað kringum 10 jafnvel. En við vitum miklu meira hvernig þetta hjá laxinum heldur en hjá sílungnum. Og öfugt við laxina að þá dvelur sílungurinn bara sumarið í sjónum, ekki yfir veturinn. Og sjóbleikjan hún dvelur yfirleitt styttra, kannski bara í rúman mánuð, meðan sjóbirtingurinn, þess að urriði sem gengur í sjó kallaður sjóbirtingur, að hann dvelur lengri tíma, þess að gengur seinna inn á haustin, inn í árnar. Já, og svo, þeir dvelja sem sagt veturinn í ferskvatni og þá ekkert endilega í heimaánni. Fara jafnvel upp í aðrar ár en þeir ólust upp í til að hafa vetursetu með þeir eru ókynþroska en fara yfirleitt heim eða kemur á hrygningu. Og bæði sérstaklega hjá bleikju töluvert fjölbreytni í lífssögu og stærð. Það algengast að maður hugsi þennan fisk sem maður reyna að veiða, stórar bleikjur. En það til, kannski þekktast að dæmið í Þingvallavatni þar sem 4 afbrigði af bleikju sem myndast innan vatnsins. En þetta líka til á Mýrum og sunnanverðu Snæfellsnesi. Hérna ég með mynd af bleikju, sjáið efsti einstaklingurinn efst á þessari mynd sem var komin, 14 cm og þetta sem sagt kynþroska hrygna. Og þetta svona bleikju finnur maður nánast allstaðar í köldum lindum á Íslandi. Og þetta innan úr Hítardal. Við erum með bleikjur sem verða kynþroska 10 cm. Og öfugt við laxina þar sem eru bara hængarnir sem verða kynþroska svona stórir að þá hjá bleikjunni þetta hrygnurnar líka. Þannig við erum með stofna þar sem stærstu einstaklingarnir eru kannski einhverjir 15-16 cm. Svo getur líka verið mikill fjölbreytileiki hjá laxinum. Hérna eru 2 hliðarár, Hítarár, Grjótá og Melsá. Þarna efst sjáið þið stærðina á fiskunum, það þarna mælibretti og svo aldurinn við hliðina. Sem sagt hvort þeir séu 1 vetra, 2 vetra eða 3 vetra. Sjá hana stóra 3 vetra kynþroska hængur Grjótá. Að það getur verið mikill munur á vaxtarskilyrðum í mjög, þó að sé stutt á milli. Og hefur líklega mest að gera með uppruna vatnsins á þessu svæði. Þessi Grjótá kemur úr stöðuvatni og mjög næringarík, með mikið af botngráðri og frekar hraður straumur, með Melsá á Eyrarsvæði þar sem möl og kannski hún svona nærði að vera hefðbundin Dragá þar sem lítil vatnsmiðlun og þar vaxa segin hægar. En þetta ekkert afburða lélegur vöxtur í Melsá, þetta bara svona pari við vöxt í Langá eða Norðurá, meðan að í Grjótá svona með betri vaxtarskilyrði á Vesturlandi.
Állinn, hann með töluvert annan lífsferill. Hann sem sagt hrygnir lengst suður í Þangkafinu og hann þarf sem sagt að ferðast ansi langt til að komast á hrygningarstöðar. Sem sagt hrognin klekjast í sjó og þá svona lirfustig sem mjög ólíkt álfum eins og hann lítur út og þau berast sem sagt með Golfstraumnum þá annarkvort til Ameríku fyrir Ameríkuálinn eða til Evrópu fyrir Evrópuálinn. Og það hafa sem sagt verið gerðar rannsóknir á áli úr Vogslæk í Hraunhrepp. Þar sem hægt að áætla aldurinn á seiðunum og hvað væri lengi að berast til landsins. Ég fer kannski ekki út í smáatriði hvernig það var gert, en þá eru þau ár að berast til Íslands eftir að þau klekjast. Og út af ástandi álastofna í Evrópu, það í rauninni engin vöktun á ál, allavega ekki af hendi Minjastofnunar. Og sem sagt ástandið á álastofnum í Evrópu mjög slæmt og þess vegna voru álaveiðar bannaðar á Íslandi árið 2019. Það hægt að fá undanþágu frá lögunum til að veiða til eigin nota, en þá þarf maður bara að sækja hjá Fiskistofu og og maður þarf að skila inn veiðiskýrslum til að fá sem sagt framlengingu á leyfi. Yes. Hérna aðeins mismunandi gerðir íslenskra vatnasvæða. Við erum með lindár sem koma sem eru það sem ungur berggrunnur yfirleitt og dragár sem renna beint niður og svo þetta sem sagt úr glærunum frá Sigga og svo þessar svokölluðu heiða votlendisár sem eru sem sagt hafa drög uppi á heiðum í mörgum litlum vötnum og lækjum. Kannski besta dæmið þetta eru árnar sem koma af Arnarvatnsheiðinni eins og Þverá og árnar í Húnavatnssýslu og þetta eru sem sagt bestu laxveiðar landsins sem koma að þessum heiðum. Já, hérna aðeins meiri flokkurinn jökulár sem ég held að allir þekki, það lítil frjósemi þar og yfirleitt bara bleikja. Við erum ekki með neina svoleiðis á svæðinu og mýrum út á Snæfellsnes. Það dragár, það mest yfirborðsvatn og það miklar sveiflur bæði í rennsli og í hitastigi. Og þetta sem sagt, það algengastar á gömlum og þéttum berggrunni. Þessar heiðavotlendisár, þær eru efnaauðugar og sem sagt, þær eru miðluðar af votlendi. Það laxríkjandi. Eins og sagði áðan bestu veiðar á landsins. Og svo eru lindár sem koma úr uppsprettum eða lindum, oft undan hraunum. Það stöðugt hitastig, yfirleitt kalt og þær eru efnaauðugar og grónir bakkar. Ef að vatnið nær að hitna, að þá þetta oft mikið lífríki í þessum ám. Já, dæmið það eru til dæmis Elliðaárnar og Laxá í Aðaldal sem eru dæmi svona ár. En svona lindár og lindarlækir, þær finnast líka á svæðinu sem við erum að tala mýrar og sem sagt upp í fjöllin á mýrum þar sem eru hraun og í Hnappadal og á sunnanverðu Snæfellsnesi. En þá þetta frekar oftar litlir lækir frekar en sem maður myndi kalla ár. Það eru sem sagt mismunandi svæði sem henta ólíkum tegundum. Það sem mikill halli í farvegum að það yfirleitt grófur botn og þröngir farvegir, grjótsvæði. Það sem hallin minnkar fáum við eyrasvæði sem meiri möl. Og svo neðst í vatnakerfunum fáum við þessi bugðusvæði
sem lítill halli og svo neðst eru náttúrulega ósasvæðin og skiptingin á milli tegunda nú svoleiðis að það yfirleitt meiri lax í grjótsvæðinum sem minnkar svo eftir sem neðardregur og meðan hinar tegundirnar hinum tegundunum líður betur þar sem minni straumur. Ef við erum að tala sem sagt seiðastigið. Já, hér í rauninni það sama að laxinn hann vill vera á grýtnum botni með miklum straumhraða. Hann sem sagt liggur bara á botninum og bíður eftir að fiskurinn komi fæðan komi fljótandi niður til sín. Hann ekkert að ferðast og að leita fæðu, heldur lætur hann bara strauminn sjá það. Og urriðinn hann svona aðeins minni straumur og fínni botn og bleikjan að sjá þetta á myndinni þarna til hliðar að það er svona grófari botn fyrir lax, fíngerðari fyrir bleikju og að við tölum hitastigið þá bleikja í köldustu svæðum og lax í hlýjustu ánum. Állinn hann finnst helst sem sagt neðst á bugðusvæðum í tjörnum og stöðuvötnum og sem sagt þessi straumur lítill. Sem sagt ef við tölum sem einkenni á og læki á svæðinu frá Mýrum út í Snæfellsnes að þá töluverður fjölbreytileiki í ánum þarna. Austasta svæðinu erum við með ár eins og Gljúfrá og Langá þar sem renna aðallega á mjög gömlu bergi og eru svona hefðbundnar dragár en þær eru náttúrulega miðlaðar úr Langavatni. Þær eru í rauninni sama áin og Borgarhreppurinn bara hólmi í ánni. En svo þegar við förum vestar þá fáum að fá inn lindaáhrif eins og í Álftá og sérstaklega í Hítará. Það sem við erum með hluti af vatnasvæðinu svona hefðbundin dragá en svo fáum við lindár í bland og svo erum við með eins og í Hítaráni erum við með Hítarvatnið sem hefur mikil áhrif á rennsliseiginleika árinnar og svo ef við förum vestar í Haffjarðarána þá erum við líka með þessi lindaáhrif og stöðvatnsáhrif og plús heitarlindir sem eru ekki þarna vestar. Svo þekki ég í rauninni minna árnar sem koma eftir það en ég held að það sé í raun svipað að þar erum við með bland af dragám og lindaáhrifum og það náttúrulega komin aðeins kannski meira yngri berggrunn sem hefur það áhrif. Ef tölum aðeins veiðin í ánum að þá lax ríkjandi í stærri ánum á svæðinu eins og nánast bara öllum ám við Faxaflóa og þær eiga það sameiginlegt að renna úr stórum vötnum og ef við skoðum meðalveiði þá þetta mjög laxríkar ár þannig sérstaklega Langá og Haffjarðará og líka ágætisveiði Hítará og Straumfjarðará og Álftá. En svo fer þetta bara eftir stærðina á ánum að það minni veiði eftir sem árnar eru minni. Og ef við skoðum allt svæðið sem þarna vinstra megin á myndinni að þá hefur heildarlaxi á svæðinu farið nálægt 9.000 laxum í bestu árum en kannski oft eitthvað í kringum 5.000 laxar meðan að veiði á bleikju og urriða mun minni. Veiði á bleikju hefur minnkað svona frá aldamótum eða svona rétt eftir aldamót meðan urriði hefur staðið aukist og maður treystir kannski ekki alveg veiðitölum fyrir silung eins vel og fyrir lax og veit ekki þetta frá 1974 myndin en ég veit ekki hversu vel veiðin hefur verið skráð þarna á svæðinu svona fram undir 90. Já, það fækkunin í bleikjunni sérstaklega í Hítará, þar sem var mjög góð bleikjuveiði á 10. áratugnum og svona rétt fram fyrir aldamót en bara hrundi eftir það á meðan lax jókst á sama tíma.
Já, nú sé ég ekki alveg allar. Og það var sem sagt 2018 kom skýrsla sem sagt efnahagsleg áhrif stangveiða á Íslandi. Þá var sem sagt reiknað út að hver villtur lax er tæplega sem sagt 46.900 króna virði fyrir veiðiréttarhafa. Og þetta veldur því að það er nú frekar vel hugsað laxveiðarnar. Það er ekkert verið að pæla neitt í virkjunum meðan eitt svoleiðis í laxveiða á sem er að gefa svona, sem gefur vel af sér. Það aðeins að tala fiskrækt, samkvæmt lögum það hvers konar aðgerð sem við ætlum að skapa eða auki fisk í veiðivatni eða arða veiðivatni. Ég veit ekki alveg hvernig maður skapar fisk, en þetta svona í lögum. Þetta hefur verið stundað töluvert á þessu svæði. Það var á sínum tíma mikið seiðasleppingar í ánni en þær eru nú mestu aflagaðar. Það er hægt að flytja fisk upp fyrir fossa og líka á milli vatna. Það sem er það heitasta í laxveiðiheiminum í dag er svokallaður hrognagröftur, það sem er veiddur fiskur og geymdur fram af hrygningartíma, sem sagt lax aðalega, og svo eru sem sagt hrognir frjókuð og grafin í ánni. Þetta til dæmis stundað í Straumfjarðar á fyrir ofan fossinn Rjúkanda. En svo aðgerð sem hefur kannski skilað mestum árangri hérna á landi í fiskrækt eru fiskveiðir og ég held að það sé örugglega Íslandsmet í langáðum sem eru 5 fiskveiðir og ég held að sé í öllum hinum ánum á svæðinu sé allavega einhver fiskveiðiaðgerð nema í Hafnarfjarðará. Það er, já, en svo hefur breyst svolítið hvernig við viljum stunda fiskrækt í staðinn fyrir að við séum eitthvað að sleppa seiðum eða eitthvað svoleiðis, að þá bara reynum við að hafa skynsamlega og sjálfbæra nýtingu og passa upp á að hrygningarstofninn sé nógu stór. Og það geta verið neikvæð áhrif af fiskrækt eins og annarri rækt, þó að og þetta sé allt gert í góðri trú að sem sagt seiðasleppingar geta haft áhrif á erfðasamsetningu stofna og staðbundna aðlögun. Þess vegna er mikilvægt að nota heimastofn ef það er farið í einhverju fiskræktaraðgerðir. Þetta hefur náttúrulega breytt ásýnd fossa og það má deila hvort að séu allir fiskvegir fallegir eða ekki. Sumir falla mjög vel á landslagi. Og svo sem hefur í rauninni lítið verið rannsakar hérna á landi er hvaða áhrif það hefur á lífríki fyrir ofan fossa í ám þegar það er hleypt fiski fyrir. Stöðuvötnin, að ég veit í rauninni minna þau, hafa í rauninni verið minna rannsökuð. Það eru nokkur stór vötn til fjalla sem eru ríkast silungu og líklega hægur vöxtur þar. Svo Langavatn, Hítarvatn, Hlíðavatn, Ottastaðavatn, Baularvallavatn og Hraunsfjarðarvatn. Svo erum við með þessi litlu láglendisvötn og tjarnir sem eru sérstaklega algeng á mýrunum og í staðarsveitinni. Þarna er líklega silungur í mörgum, já það er silungur í mörgum, en ég hef ekki haft aðgengi að neinum yfirliti það. Hvar er silungur og hvar ekki? Þau eru frekar grunn og verða þá heit og þannig að það er líklega hraður vöxtur. En það sem líklega takmarkar hvort það sé fiskur í vatni eða ekki er í fyrsta lagi dýptin, hvort er botnfrjósi eða ekki, og svo aðgengi að hrygningarstöðum. Hvort að það sé einhver staður í vatninu eða hvort það sé lækur sem rennur úr því eða í það sem eru hrygningaraaðstöður. Hluti af þessum vötnum var inn í vatnaverkefni sem var stórt verkefni unnið í kringum 95 minni mig. Svo voru þau töluvert vötnin sem eru fyrir áhrifum að mýraeldunum, þau voru aðeins rannsökuð og þá nokkur vötn til viðmiðunar. Og svo hefur verið sérstaklega skoðað eitt vatn í sambandi við endurheimt votlendis sem er Kolveðanesvatn í Eyjum Miklusarpi. En svo hefur líka verið skoðað fuglalíf á endurheimt
fuglalíf á endurheimtum vötnum á mýrunum. Ég ætla aðeins að tala sko áhrif mannsins, hvernig við höfum að hafa áhrif sem við ætlum ekki að hafa, að allt sem hindrar fiskför, eins og til dæmis svona vegræsi, að það hefur neikvæð áhrif á fiskistofna. Svona hvernig, þannig að ef við viljum draga úr áhrifum að þá höfum við ræsin dýpra. Og passum að það sé ekki ómikill straumur í gegn svo að fiskur geti synt. Kannski benda á ferskvatn er viðkvæmt fyrir hvers konar mengun. Það náttúrulega rennur af landi út í ár og vötn, þannig að þau eru yfirleitt vistkerfi sem verða fyrst fyrir áhrifum af mengun, hvort sem það er sérstaklega einhverju efnamengun. Malarteikja getur haft áhrif á fiskistofna. Þetta eru oft malarteikja á uppeldissvæðum fyrir fiskiseiði og hún getur líka haft áhrif að þegar áin fer að grafa sig fram og setur einn botnin á hreyfingu sem er ekki gott. Og svo hefur framræsla vatna og lækja það haft áhrif á fiskistofna og ég ætla kannski að fjalla aðeins nánar það. Og hérna er dæmi Kolviðanesvatn. Þetta eru glærurnar frá Sigga. Að það var ræst fram 1964 og endurheimt 2001 minnir mig. Og já, það stendur náttúrulega þarna á glærunum. Og það var gert úttekt á vatninu bæði 2003 og 2011. Þær niðurstöður eru því miður ekki birtar, en helstu niðurstöðurnar voru kannski að það virðist taka langan tíma fyrir vatnið að komast í það sem mætti kalla eðlilegt ástand. Það var mikið grugg í vatninu 2011 og það var langt frá því að líkjast viðmiðum vötnum. Og þetta kannski gefur okkur einhverjar leiðbeiningar þegar það er verið að endurheimta vötn, hvort það þurfi að grípa til einhverja aðgerða, sérstaklega þegar þau eru efst í vatnakerfum, hvort að við þurfum í rauninni að fara í sáningar á vatnaplötum eða eitthvað svoleiðis, eða hvort að þetta sé bara, já, þarna er komið svolítið á hálnís yfir í efni sem ég hef litla þekking á, að í rauninni að endurheimtar ferlið taki bara langan tíma. Áhrif framræslu á straumvötn. Það breytir töluvert rennslisháttum og það lækkar grunnvatnsstöðu og þá minnkar viðstöðutími vatnsins á vatnasvæðinu og það verður meira plóð eða þurrka, þannig að það verður minni miðlun af votlendinu þessi miðlun af votlendi eða stöðuvötnum hefur yfirleitt góð áhrif á lífið í ám og lækjum. Og já, þá verður náttúrulega fáum bara meiri öfgafl þá bæði í rennsli og í hita. Og svo hefur framræsla líklega, já, ég gleymdi að benda á sem ég ætla að benda á áðan, að það eru þessi svokölluðu holbakkalækir sem eru á yfirborði mjóir lækir sem maður getur bara oft bara hoppað yfir, en eru svo mjög djúpir og þetta eru algengt í mýrlendi og þetta er fyrirtaks búsvæði fyrir silung, kannski sérstaklega urriða og ál og þessir lækir hafa líklega orðið fyrir hvað mestu áhrifum af framræslu. Þarna hafa verið mikilvæg hrygningar og uppeldisskilyrði fyrir silung sem hafa verið bara eyðilögð. Já, á hvaða stofna hefur þetta haft áhrif, að þetta hefur líklega haft meira áhrif á silung og ál heldur en lax. Að þetta er yfirleitt á láglendi sem var ræst fram og yfir svona lítil vötn eða lækir.
já, hérna kemur fram hjá Sigga eins og mér áðan að þess að állin komin á válista í Evrópu. Þess vegna er kannski mikilvægt að vernda búsvæði hans sem eru, ég held að mýrarnar séu og sem sagt vötnin í Staðarsveitinni séu mjög mikilvæg búsvæði fyrir ála á landsvísu en það er í rauninni ekki til nein úttekt á því. Þannig lagað hvar hérna allt sé í mestum þéttleika. Það hefur verið töluvert endurheimt af vötnum á þessu svæði. Þarna er inni í Kolveðarnesvatn og hérna og svo eru nokkur vötn og tjarnir hérna í Hraunhrepp á hérna grennd við Saura og þar hefur verið framræst. Þetta er það sem hefur notið opinber stuðning en það eru fleiri vötn þarna, það eru vötn við Skíðsholt og eins og Unnsteinn í Laxárholti var að tala um að hann hefði verið endurheimta, ég veit ekki hvaða vötn það eru en það er líklega þannig að þetta eru meira endurheimt heldur en sýnt á þessu korti sem er frá úr skýrslu endurheimt votlendis. En það er spurning þegar hefur verið endurheimta vötn hvort það gleymst nokkuð að hugsa fiska og þarna eru tvær myndir þarna ræsum sem eru úr skýrslu endurheimt votlendis frá 96 til 2006 og þarna kemst náttúrulega ekki fiskur á milli. En ég held að þetta að þeir sem eru að vinna endurheimt votlendis í dag séu bara mjög vel meðvitaðir að þarna eru líka búsvæði fyrir fiska og það þarf að hafa í huga að fiskur komist á milli, að það sé ekki verið að búa til hindranir fyrir þá þegar verið að endurheimta vötn. Já, og svo ég veit ekki hversu mikinn tíma ég hef. Hérna er svona hugmyndaverkefni sem við Iðunn sem er héraðsfulltrúi Landgræðslunnar hérna á Hvanneyri höfum haft varðandi endurheimt vistkerfa. Hérna er sem sagt vatnasvið Kálfalækjar á Mýrum. Það sem sagt efst í því er Bretavatn þetta er sem sagt við afleggjarann upp að Hítardal og þarna er vatnasvæði sem hentar líklega urriða og áli mjög vel en þarna hefur verið framræst aðeins. Við sjáum rauðu línurnar að þar er sem við höldum að hafi verið grafnir skurðir og þarna hafa líklega verið eyðilögð sem sagt hrygningarskilyrði og svo eru gulu vötnin, þau eru framræst, þannig Reyðarvatn eða Reyðarvötn eins og hét sem er sem sagt lækkaði mikið á og svo Kviksvatn sem er alveg þurrt. Svo erum við merkt þarna inn Breiðavatn sem er, ég var nú aðeins að skoða hérna sóknarlýsingar og örnefnalýsingar og ég held að þetta sé í rauninni bara náttúruleg, að það bara hlaupið fram á náttúrulegum aðstæðum. Það var allavega verið orðið mjög grunnt 1840 samkvæmt sóknarlýsingum, þannig að það er kannski ekki sniðugt að endurheimta svoleiðis vötn. Það myndi þá frekar heita fiskrækt heldur en endurheimt. Og þarna er þess að hugmyndin, við erum aðeins, þetta er bara á hugmyndastigi ennþá, við erum aðeins byrjað að tala við landeigendur að sem sagt að endurheimta þessi vötn og þá lækina sem eru á milli til að gera fiskum kleift að fara þarna og þetta gæti þá hugsanlega skapað einhverjar tekjur af stangveiði fyrir landeigendur í framtíðinni. En þarna hérna eru margar jarðir sem koma af, fæstar af þeim eru í hefðbundnum búskap. Það er Kálfalækur neðst og Álftá sem á þarna Bretavatni sem er í hefðbundnum búskap. Já, en náttúrulega áður en yrði farið í aðgerðir þá ætti aðeins að kanna svæðið og hvaða áhrif það myndi hafa að fara í þessu endurheimt. Værum við jafnvel að gera aðstæður fyrir fiska verri. Hvernig er landnýtingin núna? Ég veit að það er einhver hrossabeit á þessu svæði. Þannig að það þyrfti svolítið að skoða það og líka sögu framleiðslunnar á svæðinu. Eru þessi vötn, eins og til dæmis Breiðavatn, er það náttúrulega framræst eða ekki? Og ég held að það sé bara,
já, og þarna mynd, þetta svona það sem við erum að vonast eftir. Þetta sem sagt urriði úr tjörn á Mýrunum, ég veit ekki hvort ég má gefa upp hvar, sem ég veit en þetta sem sagt 2 kíló fiskur sem svona svipað og smálaxinn sem að veiðast í laxveiðunum og þetta mjög skemmtilegur fiskur að kljást við á stöng. Þannig að þetta væri svona markmiðið ef það væri hægt að nýta þessi vött þarna til svona veiði. Og þá bara enda ég held ég á þessari gleiru. Þakka fyrir mig. Já, takk kærlega fyrir Jóhannes. Þetta mjög fræðandi. Nú vil ég bara varpa orðuna þessu út hvort það sé einhver sem vill leggja fram spurningu. Já, mér langar að koma með spurningu. Já. Gjörðu svo vel. Þú talaðir það Jóhannes að megnið af hrygningarlaxinum myndi drepast eftir hrygningu. Já. Þetta eitthvað sem maður hefur oft heyrt talað en ég Nú dastu út. Ég datt að næstu út. Þú dast út. Þú varst að tala hrygningarlaxinn. Ég hef aldrei orðið var við dauðan lax í Álftá á haustinu. Nei. En ég manni því í gamla daga þá voru leyfðar vorveiðar í Álftá á silungi frá 1. apríl minnir mig og til 1. júní. Og svo var þeim hætt vegna þess að það var engin friður fyrir miðganglaxinu. Já. Þess vegna langar til þess að spyrja þig, getur hugsast að þessi kenning að hrygningarlax drepist, að þetta sé eitthvað mismunandi eftir ám og eftir stofnum? Það alveg örugglega að þetta mismunandi eftir ám og eftir stofnum, en svo líka ekki víst að hann drepist strax eftir hrygningu. Það einmitt spurning sem við vitum kannski ekki alveg nóg hvenær laxinn að drepast. Hvort hann drepist í ánum eftir hrygninguna eða þegar hann bara komin út í sjó. Og þetta væri nú alveg gaman að skoða, en við sjáum þetta sem sagt það tekin hreistursýni af að laxi og sem við notum til að lesa sem sagt lífsöguna, hvað eru þeir lengi í ferskvatni, hvað eru þeir lengi í sjó og þá getum við séð merki hvort þeir hafi hringt áður. Og í sumum ám, og þetta mjög misjafnt sem sagt milli á og milli ára, að þetta getur farið alveg upp í 10-20% af sem sagt af stofnunum sem að koma í annað skipti til hrygningar. Og sérstaklega þegar það léleg smálaxaveiði eins og var í fyrra, að þá eru þessir fiskar mjög mikilvægir og þá eru við yfirleitt hærra hlutfall af þeim. Svo miðað í Dölum var þetta held ég sem sagt 13% af sínum hreistursýnum frá því fyrra. Já, þetta má ég koma með aðra spurningu. Já, ég heyrist ekki annars. Það er þekkt á Mýrunum að það er fiskur í mjög mörgum vötnum eins og það sagðir, þessum sem sagt láglendisvötnum. Já. Og fiskurinn úr sumum vötnum, hann er bara mjög góður matfiskur, en svo veit ég dæmi þess að fiskur þykir bragðvondur og fólk talar moldarbragð af honum úr öðrum vötnum. Kanntu einhverja? Það er eitthvað stopult sambandi á Brólandi. Já, hann datt held ég út. Er hann kominn aftur inn? Nei, má ég kannski bara skella einni spurningu fyrst að við bíðum eftir honum? Er hann kominn aftur inn? Ertu kominn inn, Guðbrandur? Kominn inn.
Já, ég kann í rauninni enga skýringu á mismunandi bragðgæðum í vatnum. Ég held að það hafi ekkert verið skoðað, sko. En sem aftur á móti sem hefur svona áhrif á hversu listigir þeir eru til átu að það sem sagt í svona láglendisvötnum þar sem mikið af hotnsíli og mikið af fugli, að þá oft mikið bandormasýkingar, sérstaklega í urriða sem lifir á hotnsíli, og það gerir þau kannski þá maður ekki sérlega æstur í að borða þannig fisk, en þessi sýking yfirleitt bara í innyflunum, fer ekki út í holdið, þannig að það vera allt í lagi að borða fiskinn, og auk þess sem þetta drefst við þegar fiskurinn er eldaður. En ég veit ekkert hvað veldur mér bragðgæði hjá silungi í vötnum, sko. Yes. Sigurður, varst þú með spurningu? Já, það var eitt sem ég hjá eftir þarna, það sem hún sýndir veiðitölurnar, hvað stofninn í þessu bleikjum hefur minnkað mikið undanfarna árum. Yes. Hefur skýring á þessu? Er þetta kannski, eins og þú nefndir, er þessu minna gefið gaum eða meira innblýtt á laxinn? Og það kannski að hafa áhrif eitthvað á bleikjuna? Sko, ég held að liggur alveg skýrt fyrir að bleikju hafi fækkað á svæðinu. Líka í Hvítá. Og það hefur náttúrulega hlýnað hérna. En við vitum ekki hvernig það hefur áhrif. Sem sagt ákvaða hvort það sé að hafa áhrif á hrognin, hvort það sé að hafa áhrif á seiðin, hvort það sé að hafa áhrif á fullorðna. Við vitum það ekki. Og eða hvort það sé samkeppni einmitt að lax hafi aukist og urriði aukist og flundra komið inn. Að við þekkjum ekki ástæðurnar. Það er alveg skýrt að bleikju hefur fækkað, en af hverju vitum við ekki, því miður. Já, takk fyrir þetta. Er einhverju fleiri með spurningar? Það er spurning frá Ragnhildur frá Álftavatni. Lárus Ragnhildur komið. Já, Lárus, gjörðu svo vel. Ég ætla aðeins að spyrja flundruna. Já. Hvort það hefur verið, sé búið að skoða áhrif af henni og þá væntanlega neikvæð áhrif. Er hún bara á ósasvæðum eða fer hún upp í vötn eitthvað það sem ár eru stuttar eða slíkt? Já, hún fer bara eins langt upp eins og hún kemst. En hún stoppar svona við fyrstu hindrun bara, ef það er flúð eða foss. Já, það er lítið til að stoppa hana af þá. Já, hún er ekkert sérlega, hún er ekki fær að stökkva upp fossa eins og laxfiskarnir. Nei. Eða skríða upp eins og állinn gerir, sko. Hann þarf bara smá raka til að geta skriðið upp. En þetta hefur ekki verið nógu vel skoðað. Við vitum að hún étur hún étur bæði sem sagt laxa og silungaseiði ef hún kemst í það, sko. Já. En á móti þá hef ég veitt sjóbirting sem er búin að éta flundruseiði. No. Þannig að ég bara er ekki viss á því. Ég sé að Benóni, hann er að hlusta. Hefur þú einhverjar skýringar á þessu? Er hann farinn? Binni farinn út, sýnist mér. Binni farinn út. Nei, en þetta, eins og fleira, hefur kannski ekki verið nógu vel rannsakað hvaða áhrif hún hefur. Og svo náttúrulega líka, það svo margt að breytast. Á sama tíma, það að koma inn nýjar tegundir. Við erum líka að fá inn hnúðlax, virðist vera. Og hitastigið að hækka, það líka að koma inn nýjar tegundir á ósasvæðum. Það til dæmis það líklega ný tegund í sjó í Ísland sem grjótkrabbi og það líklega bestu grjótkrabbamiðið á landinu eru fyrir utan mýrarnar. Við veitum ekkert hvað áhrif það hefur. En já, það getur verið erfitt að greina á milli áhrif á þetta. Hvort það hlýnun, aukin samkeppni eða hvað það sem hefur áhrif.
Já, ég sé í spjallinu að Ragnhildur einmitt tekur undir með Já. þetta. Það bleikju hefur fækkað og flundra komið inn. Já, Og það væri gagnlegt að fá frekari rannsóknir og samtal. já. Það væri mjög, Enda á landeiganda. það væri líka Þessi mjög fræga. gagnlegt að landeigendur við staðar á myndi skilin veiðiskýrslum, Ragnhildur. Viltu bæta þarna inn Ragnhildur eitthvað? Já, ég get svo sem alveg sagt að auðvitað þarf að virkja veiðifélagi. Það bara einmitt hver og einn verið að veiða fyrir sínu landi og hérna, Já. auðvitað þarf að skila inn veiðiskýrslu. Það er alveg svo. Ég þekki það. Hérna. Já, ég þekki það og hef notið góðs af því að komast í veiði. En til að maður geti einmitt séð að það sé eitthvað að breytast, að þá náttúrulega að hafa eitthvað skráð niður. Og það er kannski auðveldast að gera er að byrja að skrá veiðina. En ég held að það hljóta hafi gerst í staðar á eins og annar staðar á Vesturlandi að bleikju hafi fækkað. Já, já. Einhverjir sem vilja koma með spurningu að lokum? Það er enginn að gefa sér. Og takk kærlega fyrir, Jóhannes, fyrir að taka þetta að þér. Já, Og- þetta var rosa skrítið að gefa svona fyrirlestur, sko. Já. Þetta er svona, maður veit stundum ekki hvað er að gerast þínum megin. En það er að bestu þakkir og Já, við, en ef maður er eitthvað svona pæli í tækifærum, sko, fyrir bændur, þá held ég að sé á þessu svæði einmitt mikil tækifæri í endurheimt votlendis og sérstaklega fyrir silungastofna og ál. Þannig að og líka þarna er komin einhver umhverfisljóð inn. Ég þakki bara fyrir. Heyrðu, bara takk sömuleiðis og takk fyrir öll sem að hlustið. Næsti fyrirlestur verður á miðvikudaginn. Þá kemur einmitt votlendið inn. Og já, vonandi bara komast til flestir þá. Allt í fína. Bless. Takk.